Góðan daginn, góðu félagar. Ég býð ykkur hjartalega velkomin á þennan fund. Það veist að þið gáttu ekki fært ykkur aðeins aftar. En við höfum nú kannski eftir að þjappast meira saman eftir að við komum út. Í dag mun landslið Íslands fyrir NM verða kynnt. Eins og allir vita þá verður Norðurlandamóti í Herning í Danmörku 31. júlí til 4. ágúst. Og það byrður að slökkva á símónum, svona svoleiðis að verða ekki auka truflun þegar verður farið að fjalla meira. En eins og þið kannski öll vitið þá landsliðsnefndin skipuð af þeim sem hér stendur og ég heiti Pétur Pétursson og formaður og síðan eru 4 Sigurbjörn Bárðarson, Þórður Gretarsson, Eysteinn Leifsson og Oddur Hafsteinsson. Ég nú ekki búinn að vera lengi í þessu starfi, ég tók við starfinu í byrjun ársins og ég hélt þetta yrði nú bara svona þægilegt starf og kannski hægt að stjórna pínlítið og skipuleggja smávegis. En ég byrjaði að skrá tímana sem ég var að vinna í sjálfboðaliða vinnu fyrstu vikurnar. Og þegar ég var komin upp í 200 þá hætti ég að skrá. Þannig eins og ég sjáu þá hefur landsliðsnefndin lagt mikið á sig og þetta mikil vinna hjá landsliðsnefndin að safna peningum. Þannig að sé unnt að fara á svona mót eins og Norðurlandameistaramót og gera það með sóma. Við héldum meðal annars 2 ísmót, svellkalda konur og þeir allra sterkustu. Þetta gríðarlega mikilvæg fjáröflun fyrir landsliðið og að skila okkur hellingspening þó að sé mikil vinna í kringum þessi mót þá ofsalega gaman að sjá sérstaklega á svellköldum konum hvað var gaman og allar konurnar höfðu gaman að þessari keppni. Komið sínu fínasta pússi og skreyttu hestana sína og þetta var eiginlega bara einstaklega skemmtilegu viðburður. En eins og allir vita þá eru styrktaraðilar okkur mjög mikilvægir og ég tók bara nokkra sem eru okkar helstu styrktaraðilar og hafa styrt okkur núna í ár og ég ætla ekki að fara að lesa það upp en þarna hvert fyrirtæki sem leggur okkur til lið getur kannski hjálpa okkur að ná betri árangri á mótinu. Og það kostar á bilinu 7 til 8 milljónir að senda lið og taka þátt í Norðurlandameistaramótinu. Þetta eru gríðarlegir fjármunir og af þessu 7-8 milljónum kemur 20% frá knöpunum sjálfum. Þannig sjáið að það þarf að safna mikið og það þarf að leggja mikla vinnu á sig til að þetta sé hægt. Við réðum ungan mann sem liðsstjóra, Pál Braga Hólmarsson, og hann búinn að vera mjög duglegur og fór með sér klippingu áður en myndin var tekin. Og ég veit að hann búinn að vera að vinna mjög gott verk í undirbúningnum og ég hlakka til að starfa með honum og ég vona að þið gerir það líka því að hann mjög útsjónarsamur og duglegur drengur. Það hefur farið mikið púsl í þetta hjá honum að koma saman liðinu, en þegar maður lítur yfir listan þá sér maður að þetta orðið bara feiknarlega sterkt lið. Og það verður gaman að koma út og ef við verðum öll sem einn samhentur hópur, gerum þetta saman, það þarf flestir og allir sem í liðinu eru mjög keppnisvanir þannig að það
hver og einn ætti að vera sjálfbær og geta hugsað sinn hest. Það þarf í rauninni ekki að vera einhverja barnapíur í kringum hvern og einn knappa. Ég fer einn út úr landsliðsnefndinni og ég verði ykkur til aðstoðar eins mikið og ég get og það er alltaf hægt að leita til mín ef einhverju svona praktíski hlutir þarf að finna út úr. En við skulum hafa þetta bara skemmtilegt mót og vonandi ná þessum allra bestum árangri. En ég ætla að gefa liðsstjóranum Páli Braga Hólmasyni orðið og hann mun spjalla betur við ykkur. Takk fyrir mig. Já, komið öll sæl. Ég vil þakka Pétri fyrir þessa kynningu. Sérstaklega í mingar, þetta var hljómaði vel, ungu maður og allt þetta sko. Var vanur þessu. En já, við ætlum að hafa þann háttinn á að ég ætla að lesa upp liðið eins og það liggur fyrir og ég hef valið saman. Og eðli málsins samkvæmt þá er náttúrulega stór hluti af liðinu ekki hérna í dag þar sem þeir eru erlendis. En engu að síður formsins vegna þá vil ég líka biðja ykkur að koma hérna til okkar sem eruð leið og ég les nafnið. Þannig að við höfum þetta svona nett formlegt líka. En ég hef þá bara lesturinn og fyrstan vil ég telja, þetta er eftir stafrófsröð. Agnar Snorra Stefánsson, hann mun mæta með Al frá Lundum sem er vel þekktur hérna áður og undir stjórn Jakobs. Hann mun keppa í 5-gangsgreinum á mótinu og höfðu ekki bara klappa fyrir honum. Taka þetta bara þannig. Nú, annar knappi í röðinni, einnig í 5-gangsgreinar hef ég valið Arnar Bjarka Sigurðarsson. Hann mætir með hestinn sem að reið á heimsmeistaramótinu síðast, Arnar frá Blesastöðum, 2A og það er 5-gangsgreinar á hann líka ásamt slagtaumatölti og við skulum bara gefa honum gott klapp líka. Í þriðji knappinn sem ég les upp heitir Jóhann Rúnar Skúlason, nokkuð þekktur og kemur í töltið sem aðalgrein og verður með hrísuna Snugg frá Grundethús. Og við skulum gefa honum líka eitt gott. Þetta sé nú allt svona. Þá vil ég telja upp Reyni Örn Pálmason. Hann kemur með hest hérna heiman sem heitir Tótt frá Melkoti, keppir í tölti sem aðalgrein og fáðu hérna upp Reynir. Þetta er svona þáttur í að koma ykkur nær, sko. Ég held þetta þetta byrjaði í stafrófsröð. Það gæti vel verið, ég verð luma einhverju svona meira sérstökum. En Kristján Magnússon, hann mætir með Sölva frá Ingólfsskóli í 4-gangsgreinar. þar sem 4-gangurinn verður hans aðalgrein og klöppum fyrir honum, hann er ekki á staðnum. Snorri Dahl kemur í 4-ganginn líka með Vigni frá Selfossi. Gjörðu svo vel, Snorri. 4-gangur aðalgrein þar. Og þá er það Guðlaug Marín Guðnadóttir, hún kemur í skeiðgreinarnar með Topp frá Skarði, kappreiðarnar, 250, 100 og gæðingaskeið, og einnig Daniel Ingi Smárasson með Blæng frá Árbæðarhjáleigu, sömu greinar, þau eru ekki hérna, við skulum bara klappa fyrir þeim. Eyjólfur Þorstinsson mætir með Kraft frá Efri-Þverá, var með hann á heimsmeistaramótinu síðasta, í 5-gangsgreinarnar. Hann er búinn að vera úti nánast með annan fótinn til þess að halda honum við fyrir mótið síðasta ár. Ekki nokkurn veginn þannig. Og Styrmir Árnason verður með okkur með Skugga frá Hofi sem var einmitt á heimsmeistaramótinu fyrra líka. Hann er akkurat að keppa þessa stundin á þýska meistaramótinu en hann verður í 5-gangsgreinum. Og við klöppum fyrir honum.
Og þá var þetta Arnar Bjarki. Gjörðu svo vel, komdu bara beint hingað. Ég hef búin að kynna þig, komin í liðið. Velkomin. Það er auka klapp út af það. En ég var komin að Guðmundi Björgvinsinni. Hann mun verða með okkur með hest sem heitir Herkules frá Pegasus, sem er lánshestur úti, og það eru 4 gangsgreinar sem hann mun taka þátt í. Og við skulum klappa fyrir honum, hann er ekki kominn, er það? Síðan er það Bergþór Eggertsson, hann ætlar að vera með okkur á honum Lótusi frá Aldengor í Skeiðinu, og hann er að keppa á Þýskamótinu akkurat núna og verður með varahest fyrir sig sem heitir Ísleifur frá Lippertof. Þannig að við gefum honum gott klapp. Þá er ég búinn að lesa upp fullorðinsliðið og ég ætla bara að halda áfram og fara beint í ungmennin, og það hefur verið sá háttur á að þau hafa þvælst um öll lönd að prófa hesta núna fyrir mótið, af því að flestir eru svo að keppa á Íslandsmóti og munir síðan fljúga beint á mótstað og nánast beint inn á völl. En þau hafa verið duglega að fara í þetta og prófa og finna út úr þessum hestum sem okkur hafa verið lánaðir. Og ég ætla að fá þau hérna upp líka. Nínu Maríu Hauksdóttir, hún mun keppa með stimpil frá Varmadal með slagtaumatölt sem aðalgrein. Gjörðu svo vel. Og síðan er það Fríða Hansen, hún verður með hest sem heitir Hamar frá Litlahamri, og það er tölt og fjórgangur, eða þessi T1 og fjórgangur. Gjörðu svo vel. Ásdís Ósk Elvarsdóttir, hún er upptekin á Hólum í Youth Cupi, og ég veit ekki hvort við leyfum Elvar að vera með á þessari mynd hérna, en jú, komdu bara fyrir hennar hönd. Og hún verður með hest sem heitir Seifur frá Kvistum, og það eru 5 gangsgreinar hjá henni. Svandís Lilja Stefánsdóttir, hún kemur með hryssu sem heitir Lilja frá Lindvallen í 5 gangsgreinar og T2. Gjörðu svo vel. Það er einn hestur sem fer héðan út í ungmennaflokki, það er hesturinn hennar Brynju Kristinsdóttur, Tryggvi Geir frá Feti, hann er frá Steinnesi. Það er prentvilla hérna. Ég vissi þetta, ég átti ekki að láta blaðið plata mig. En það er tölt og fjórgangur. Nú, síðan er það hún Ellen Ír, Guðmunda Ellen, gleymdi henni, hún er ekki á staðnum, en hún keppir með hest sem heitir Óskar frá Akureyri, og það er tölt og fjórgangur, og Birna, kemur þú ekki bara upp fyrir hennar hönd? Myndast betur en Siggi. Og þá er það Ellen Ír Gunnlaugsdóttir, hún kemur í 5 gangsgreinarnar með hest sem heitir Þeir frá Guldbæk. Og þá að lokum er það Þórdís Inga Pálsdóttir, hún verður með hest sem heitir Meivant frá Feti, þarna kom Fetið inn. Og það er T2 sem aðalgrein og fjórgangur. Og síðan erum við með varaknappa í ungmennaflokki, hún heitir Anna Kristín Friðriksdóttir og hefur Ísak frá Efra Langholti til umráða ef við þurfum á að halda. Ég ætla
ætla síðan að kynna, þetta er sportliðið, það er komið, það er bara svona, nokkurn veginn. En á ég ekki að kynna líka gæðingakeppnina? Já, það er verður þarna svona í fyrsta skipti gæðingakeppni, þar sem að við sendum lið í líka og það verður sendið 2 hestar í hvert flokk, það er að segja A-flokk, B-flokk og ungmennaflokk og þar höfum við fengið svona með smá púsluspili til liðs við okkur Elvar Einarsson sem mun ríða Val frá Keldudal í A-flokki og Sigurður Óli Kristinsson, hann mun verða með Vá frá Vestra Fíflholti í A-flokknum líka. Nú eru sko allir að vera komnir fremst. Agnar Snorri Steinforsson mun verða með 5 frá Ekholm í B-flokki, hann er ekki á staðnum, og Guðmundur Björgvinsson með Spak frá Dýrfinnustöðum í B-flokki einnig. Guðmunda Ellen, hún er, ég er ekki með nafnið á hestinum hennar, bara vantar inn á. Það er Glúmur frá Svarfhóli og það er ungmennaflokkur, hún ætlar að ríða það og Nína María Hauksdóttir þá eftir að skráin hross fyrir hana, hún verður líka í ungmennaflokki, hún er hérna. Þannig að það er liðið sem keppir í gæðingakeppninni og síðan er eins og fram hefur komið mitt nafn Páll Bragi og Hugrún kona með Jóhannsdóttir ætlar að aðstoða mig við þjálfun ásamt honum Sigga Óla, hérna Kristinsinni. Og þá er ég búinn með blaðið og liðið komið. Og ég vil klappa fyrir því.